Það einn leikmaður í hópnum sem að fara á sitt fyrsta stórmót, Andri Már Rúnarsson. Var hann snemma kominn inn í þennan 18 manna hóp hjá þér eða hvað svona? Já, hann hefur alltaf, ég hef valið hann nokkrum sinnum og mér finnst hann alltaf hafa bara staðið sig vel. Hann hefur ekkert fengið endilega marga mínútur en það eru æfingar og annað slíkt og mér finnst hann að vera flottur í einhver tíma í Bundesligunni og mér finnst hann skemmtilegur leikmaður, mér finnst hann eiga þetta skilið og fá smjörþefinn af þessu og svo eru líka, það er alls konar pælingar, einhver þarf að vera 17., 18. og kannski 19. maður og þannig að það er bara góð leikmaður sem á skilið að vera og klárlega leiðin á sitt fyrsta stórmót og samkeppnin er alveg mikil fyrir hann en vonandi er þetta framtíða maður fyrir okkur. Hvað er svona fyrir þá sem hafa kannski ekki mikið til hans bæði með Leipzig og Erlanger í þýsku deildinni, hvert sérðu hlutverk hans vera bæði varnar og sóknarlega? Styrkleikar hans liggjast allan ekki í varnarleiknum og ég sé hann bara fyrir mig sem backup fyrir alla okkar miðjumenn og okkar vinstri skyttur. Ég held að sé kemur ekkert á óvart kannski að Gísli Þorgeir og Janus eru honum framar á miðjunni og Haukur og Elvar og mögulega Steini kannski vinstra megin en Andri er líka góður leikmaður í minni hlutverk. Hann hefur oft komið inn, minnst hann að koma inn bæði Leipzig og hjá Erlangen og hann getur sprengt upp leiki og hann getur verið markamaskína og kannski kemur með eitthvað á borðinu kannski sem allan að Janus og Gilli eru kannski ekki bestir í.